Föstudagsþátturinn heldur áfram og núna undanfarið hefur barnamenningarhátíð verið í fullum blóma og hingað til mín í settið eru komnir ungir og efnilegir ljósmyndarar. Þetta eru systurnar Ingveldur Mirra og Hrafný Krista Ólafsdætur og Unnur Erna Atladóttir. Verið velkomnar stelpur. Takk fyrir að koma hérna til mín í þáttinn. Já. Hvernig kom það til að þið fóruð að taka myndir? Bara við höfðum áhuga, mamma þeirra sagði okkur frá því. Já, einmitt. Og eru að taka myndir á síma eða á myndavél eða hvernig? Á síma. Á síma? Og hvernig veljið þið hvað þið ætla að taka myndir af? Bara við tölum bara saman og spjallum það sem okkur finnst fallegt og... Já, og það má taka myndir af hverju sem fyrir svona keppni? Já, næstu. Næstu, og við ætlum að fá að sjá aðeins svona myndirnar núna meðan við erum að spjalla saman. Hvað var þetta helsta sem þið tóku myndir af? Einhverjum blómum úr listigarðinum til dæmis. Já, og það lítur nú að vera gaman að taka myndir í listigarðinum, það er allt svo fallegt þar. Við vorum líka 1 klukkutíma þar. Það voru heilan klukktíma bara. Einmitt, og voruð þið alltaf sammála svona hverju þið ættu að taka myndir af? Já. Já, það var engin listrænn ágreiningur í hópnum, þið voru bara alveg sammála. Já. Já, frábært. Og blóm og svona, eitthvað sem þið myndu vilja taka myndir af, eins og dýr eða hvað mest spennandi að taka myndir af? Sólsetrinu til dæmis. Já, það náttúrulega búið að vera mjög flott, eins og núna þegar það farið að dimma og svona verður oft mjög falleg birtan. En og bara var það eins og þið hefðu aldrei gert neitt annað, þurftu að læra eitthvað að stilla símann eða hvernig? Nei. Nei, þið bara voru eins og fiskar í vatni, þetta bara kom leið. Já. Já, og ætlið að halda áfram að taka myndir núna fyrst þeir eru komnar á bragðið, hvernig sjáu þetta fyrir ykkur? Sko, kannski stundum. Já, einmitt. Já, nei, þú veist. En eru þið, sem sagt, voru margir sem tóku þátt í keppninni, vitið þið það? Nei. Nei, þið voru ekkert að, en verða myndirnar svo sýndar einhvers staðar eða settar á netið? Já. Það í minnisafninu. Já. Mikið, það verður nú skemmtilegt að sjá þær upp á vegg, verður alveg svona sýning. Ég veit það ekki alveg. Nei, spennandi, sant? Og haldið þið núna þegar þið eru komnar með svona þennan ljósmynda áhuga, myndið þið vilja eignast svona alvöru myndavél, alveg nóg að hafa símann kannski bara? Já. Mér myndi langa að eignast myndavél að minnsta kosti. Já. Mér líka. Er það ekki bara á framtíðarplönunum að eignast svoleiðis grip? Þá svona stóra og þunga eða minni eða? Sko, ég á litla svona með leikjum, en ég er að reyna að safna mér fyrir stærri. Fyrir stærri, já. Þannig að meira er það ekki hægt að gera með svona stórum vélum. Já, en þarf maður þarf náttúrulega, þið vitum náttúrulega meira svona ljósmyndun undir ég, þar er ekki linsan og svona, það er náttúrulega það mikilvægasta í þessu, ekki? Að hafa góða linsu til þess að ná öllum smáatriðunum. En skiptir ekki máli, þú veist, hvenær tíma dagsins maður er að taka myndir? Þú veist, hvernig birtan og svona? Jú. En þið látið ekkert stoppa ykkur, þið bara takið myndir þegar þið sjáuð eitthvað sem er áhugavert og skemmtilegt. Og hafið verið að segja frá þessu vinum ykkar og svona, sýna þeir kannski áhuga? Við sagðum nokkrum til dæmis frá þessu. Já. En ekki öllum. Ekki öllum. En það hljóta að frétta að þessu samt þegar sýningin opnar. Verður þetta sýnið, þá náttúrulega verðið heimsfrægar á Akureyri allavega, er það ekki? Ég er ekki alveg sem það. Jú, hvað voru þeir? Og þeir eru, ég meina, þeir eru komnar hérna í sjónvarpið til þess að tala ljósmyndaferð. Ég held að maður verði nú ekki mikið meiri atvinnuljósmyndari heldur en það þegar maður er allt í einu komin í sjónvarpssal að tala listina sem er búið. Er það ekki? Jú, það gæti. Já, ég held að þetta bara að vera ánægðar með ykkur og ekkert að fara í felur með þetta. Núna þegar ljósmyndaferillinn er hafinn fyrir alvöru.
Og já, og sem sagt, svona ef við bara tölum aðeins betur þetta, hvað önnur áhugamál eigið þið svona fyrir utan ljósmyndunina? Hvað finnst ykkur skemmtilegt að gera? Syngja og dansa. Já, syngja og dansa, þannig að þið eru svolítið mikið bara svona í listunum almennt. Já. Ljósmyndun, söngur, dans. Það er eitt í viðbót sem ég finnst aldrei skemmtilegt. Já, hvað er það? Að föndra. Að föndra, já. Mér finnst það líka. Akkurat. Það er náttúrulega list líka. Þetta er alltaf, mér heyrist þið allavega að vera bara mjög á þessum listrænu nótum. Það gleður mig mjög. Ég segi allavega fyrir mig að ég hlakka mjög til þess að fylgjast með ykkur áfram og þetta er örugglega bara byrjun á blómlegum listferlum. Ég er alveg sannfærður það. Bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna til mín í þáttinn, stelpur, og segja okkur öllum frá þessu og bara gangi ykkur vel áfram. Já. Takk.